það er Rio Tinto Alcan sem færir þér kryddsíldina. Blessaðan daginn. Enn og aftur heilsum við ykkur á gamlársdag frá Hótel Borg í miðborg Reykjavíkur þar sem árleg kryddsíld stöðvar 2 er að hefjast og hefur löngu fest sig í sessi sem eins konar uppgjör leiðtoga stjórnmálaflokkana á síðasta degi ársins umbrotasömu í þetta sinn. En þau eru hér í þessum töluðu orðum, búin að koma sér fyrir, flest við hringborðið, ásamt Sigmundi Erni Rúnarsinni og nú bregður svo við að ekki einungis ein kona er í hópnum heldur 2. Af og til skiptum við svo gír að venju, þeir kalla sig nýja kvartettinn og bragðbæta þessa kryddsíld með ljúfum tónum sínum. Síðast en ekki síst kynnir fréttastofa stöðvar 2 val sitt á manni ársins. En nú, þegar aðeins 10 tímar lifa af því herrans ári 2008 sem verður minnst í sögunni sem árs efnahagshamfara í heiminum, gefum við yfir á hringborðið. Takk fyrir þetta. Það er að mörgu að spyrja. Hér sitja hjá mér Ingibjörg Sólrún Gísladóttir utanríkisráðherra til hamingju með daginn eins og fyrri árin. Takk fyrir. Og Steingrímur J. Sigfússon, Valgerður Sverrisdóttir, velkomin í fyrsta sinn í kryddsíld og kannski eina sinn. Ég reikna með því. Og Guðjón Arnar Kristjánsson sem hefur verið hér áður. Ingibjörg, þetta er ótrúlegt ár sem hefur lifað, sérstaklega síðustu 75 dagar af þessu ágæta ári, svo má segja. Mér finnst, og ég held ég tali fyrir munn mjög margra, stjórnvöldum hefur ekki tekist að slá á gremju almennings. Ykkur hefur mistekist í því efni. Já, það er kannski of snemmt að segja að það hafi mistekist því að ég held að það eigi náttúrulega ýmislegt eftir að koma á daginn það sem við erum að gera, en það er alveg ljóst að okkur hefur ekki tekist að lægja þær óánægju öldur sem að er í samfélaginu vegna þess að fólk er ekki farið að upplifa ennþá þær breytingar sem það kallar eftir. Og vegna þess líka, Ingibjörg, að það eiga allir að njóta vafans fram í rauðan dauðan. Nei, það er náttúrulega þannig að þú ert að tala vafans vegna þess hvort að menn eru sekir afglöp eða hafa gert eitthvað af sér í aðdraganda bankakreppunnar, þá er það auðvitað þannig að almennt eigum við þetta að líta svo á að allir séu saklausir sektir að í sögnum. En pólitísk ábyrgð snýst um annað. Já, hún snýst um annað og það er auðvitað líka þannig að ef við erum að horfa á eftirlitsstofnanirnar að þá eru þetta eiga menn að axla ábyrgð á störfum sínum. Þannig að þetta snýst auðvitað annað og meira heldur en bara einhver refsiverð athæfi. Og það er alveg rétt hjá þeim. Og eins og ég segi, fólk er ekki farið að sjá ennþá þær breytingar sem það kallar eftir. En ég tel að það sé mjög mikilvægt að við náum tökum á því ástandi sem hér er, að við náum að reisa við bankakerfi og það sé hægt að fara að lána fyrirtækjunum í landinu, þannig að atvinnustarfsemi geti gengið, að heimilin í landinu, að þau séu aðstóðuð, þau sem er í þrengingum og fólk verður að finna breytingar. Það er það sem þetta mál snýst um. Við finnum fyrir mótmælendum hér í kringum þetta hús á þessum degi og mótmælin hafa einungis aukist, Steingrímur. Sumir segja að það ríki nánast hatur í garð stjórnvalda, en er það ekki líka í garð Alþingis sem skóp þessi lög sem við höfum verið að vinna eftir í góðærinu? Jú, auðvitað yfirfærist reiði almennings yfir á allar valdastofnanir samfélagsins við svona aðstæður og það er alveg skiljanlegt þó að vissulega sé hlutur hvers og eins ekki jafn og samur í því. Það fer dálítið í taugarnar á mér þegar reynt er að stilla þessu þannig upp að allir stjórnmálamenn og allir stjórnmálaflokkar séu samsekir og samábyrgir. En tökum bara Alþingi. Alþingi skóp þetta lag og umhverfi sem við höfum verið að vinna eftir og þessi svokölluðu auðkýfingar bjuggu til sinn gróða samkvæmt lögum og regluverki Alþingis. Alþingi gerði það vissulega, en leið er það almennt viðurkennd staðreynd því miður á Íslandi að Alþingi er veikt, að löggjafarþingið er veikt gagnvart framkvæmdarvaldinu. Hér hafa setið sterkar meiri hlutastjórnir sem hafa í raun og veru farið með völdin sem sín eigin og ég held að allt hið samvaxna valdakerfi á Íslandi, ríkisstjórnir bæði núverandi og fyrrverandi, stjórnsýslustofnanir og eftirlitsaðilar og svona leiðtogarnir í fjármála og viðskiptalífinu, fjölmiðlarnir, verði að axla sinn hluta ábyrgðarinnar á því hvernig komið er. Almenningur skynjar það ekki
að menn séu í þessu endurmati, en sem komið hefur engin axlað ábyrgð, engin sagt af sér, það eru allir á sömu póstum í aðalatriðum og þeir voru og menn upplifa þetta þannig að við séum sigld í strand og strandkapteinninn er á strandstað, segist vera í björgunarstörfunum og jafnvel allir sömu aðilar síðan að vinna úr málunum líka. Þetta bara upplifir fólk sem algjörlega óboðlegt og krafan er að menn axli ábyrgð og að þessi hlutir veri gerðir heiðarlega upp og þar er í mínum huga bara ein góð, lýðræðisleg, lögmætt og friðsamleg aðferð til og hún heitir kosningar. Þannig að ég held að það sé augljóst mál að krafan uppgjör á þessu í gegnum kosningar eins fljótt og aðstæður leyfa, hún á ekkert eftir að gera nema þyngjast. Það hafa brotist út átök hérna fyrir utan Hótel Borg og það má lesa úr þeim hljóðum sem við heyrum hérna inn í Kvitsíld að þjóðin er ekki alveg á sama hvað er að gerast í þessu samfélagi. Valgerður, má ekki segja að einkavæðing bankana hafi einfaldlega mistekist? Það er fljótlegt að afgreiða málið þannig og ýmsir vilja gera það. En að því að verða að tala hérna lög og reglur að þá eru þetta alþjóðleg lög sem hafa verið sett á Alþingi og sérfræðingur ber saman það að við innleiddum þær tilskipanir sem okkur bar að innleiða og áttum ekki í raun möguleika á því að hafa lög á Íslandi eitthvað allt öðruvísi en í öðrum löndum Evrópu og reyndar er samskonar lagasetning í Bandaríkjunum. Þannig að því leyti til að þá var ekki auðvelt að taka á þessum málum þannig að það gæti leitt til úrbóta. En svo má líka velta því fyrir sér þetta með einkavæðingur sem slíka, það er náttúrulega, hún gengur út á það að selja ríkiseignir og það var, ég er náttúrulega búin að margfara við það, ég veit ekki hvað að gera það mikið oftar að það var svo sem allt gert samkvæmt ráðgjöf frá alþjóðlegu fyrirtæki og nú heyrist mér að bankarnir verði seldir aftur. Það er ekki þannig að þetta sé eitthvað sem er eitthvað sérstakt íslenskt fyrirbæri. Guðjón Arnar, má ekki segja sem svo eins og Þorvaldur Gylfason hefur bent á að við afhendum bankana í hendur óreyndra bankamanna sem hafði aldrei komið að þessu áður og því fór sem fór. Þetta var ekki dreifðir eignaaðild, þetta var til sumir segja útfallina. Já, vissulega má segja það og það er auðvitað þannig að einkavæðingin fór ekki þannig eins og við höfðum ráðgert í upphæfi. Það var verið að tala dreifða eignaraðild og meðal annars var líka einnig talað það að ríkissjóður ætti jafnvel einhvern hluta í bankunum og hefði eftirlit með þeim. Það var nú eitt sem gekk úr einkavæðingarnefndinni, Steingrímur Ari Arason, vegna þess að hann var mótmælt í vinnubrögðum sem voru umsettar. Og í stað þess að það væri dreifð eignaraðild og í stað þess að það væri tryggt að það kæmi þá hugsanlega erlendir aðilar inn í eignaraðsum bönkum, þá var í rauninni þeir einkavæddir og ákveðnum hópum valdir inn í bankanum. Þannig að það var í rauninni urðið til svona kjölfestu eignaraðilar inn í þessum bönkum sem ég held að hafi verið mjög óráðlegt að gera. En þú ert að segja að þetta hafi verið pólitískt klúður? Já, ég hef sagt það áður og segi það enn að það hafi verið það. Þetta hafi ekki verið réttilega þessu staði og ég held að þarna liggi í rauninni upphafið að margvíslegum mistökum sem gerð hafa verið síðan í þessu fjármálakerfi. Það er rétt að taka fram að Geir H. Haarde er ekki ennþá komið til okkar, hann hefur verið að taka upp. Það er í þessu þarna sem ég náttúrulega ekki rétt. Já, ég vil bara taka fram að Geir H. Haarde er ekki ennþá komið til okkar. Það er ýmislegt í gangi hér fyrir utan þennan giltasal Hótels Borgar og mikil mótmæli hér í gangi. En Geir H. Haarde hefur verið að taka upp sitt áramótaárboð og er því seint fyrir vikju og við vorum reyndar líka tekin úr sambandi hér fyrir utan, þannig að það er eins og gefur að skilja ýmislegt í gangi hér þegar Íslendingar mótmæla hvað ákafast fyrir utan Hótel Borg á gamlársdegi. En Valgerður, þú vildir nýta ykkur vel? Já, kannski ekki nýta við en bara, ég veit ekki hvað við eigum að vera að eyða miklum tíma í þetta vegna þess að þetta er eitthvað sem verður rannsakað. Það er komin nefnd núna við Alþingi sem fer ofan þetta allt saman og ég kvíði ekki þeirri niðurstöðu sem kemur út úr þeirri rannsókn. Það er mjög mikilvægt að nefnd fari þá þarna aftur til þess tíma þegar bankarnir voru einkavæddir. Enda veit ég ekki betur en að það verði allt rannsakað sem að snýra
bankahruni og það lítur að vera ástæða til þess að fara þá alveg aftur í einkavæðinguna. En sko það að það hafi verið afhendingu að ræða og ekki farið að lögum eins og gefur í skinn og svo framvegis, það náttúrulega bara ekki þannig. Það má alveg deila það hvort að það hefði átt að setja hérna einhver lög áður en að farið var út í þessa sölu. En það ekki aðalatrið, það var bara farið af ákveðnum reglum og það var erlent fyrirtæki sem að ráðlagði í hverju einasta skrefi sem tekið var. En ég ætla ekkert að fullyrða neitt meira þetta verður bara rannsakað og við skulum bara sjá til hvað kemur út úr því. Sko, ég vil nú leggja það áherslu að einkavæðing ríkisviðskiptabankanna tveggja, Búnaðarbanka og Landsbanka á lokasprettinum var endinn á ferli sem hafði staðið árabil. Það hófst með einkavæðingu fjárfestingalánasjóða atvinnuvegana sem síðar runnu inn í þessa banka og það þýðir að núna í hruninu og gjaldþrotinu þá meðal annars að þurrkast út allt eigið fé fiskveiðasjóðs gamla, iðnþróunarsjóðs, iðnlánasjóðs og lánasjóðs landbúnaðarins. Það glatað í þessu hruni. Við áður áttum við þessa öflugu fjárfestingalánasjóði atvinnuvegana sem síðan voru einkavæddir og lentu þarna inn. Ríkisstjórnin sneri við blaðinu fyrir ríkisstjórn, Framsóknar og Sjálfstæðisflokks, hvað varðaði aðferðafræðina í einkavæðingunni. Fyrst var talað að það ætti að vera dreifð eignaraðild. Síðan allt í einu bara snúið blaðinu og fundið upp þetta hugtak kjölfestu af ríkisstjórninni. Ég skal koma með það. Ef ég má klára og svo kemur Framsóknar útgáfan af sögunni. Ég veit alveg hvernig þetta var. Það þannig og það var rætt hérna í þinginu að ef menn öllu í þessa einkavæðingu þá mikilvægt að reyna að gera það þannig að tryggja mjög dreifða eignaraðild. Við fluttum frumvarp við Ögmundur Jónasson að enginn ætti þá að eiga meira en 8% í banka. Og ríkisstjórnin og sérstaklega Sjálfstæðismenn og Morgunblaðið tóku undir þetta framan af. Svo allt í einu snúið í blaðinu og sagt nei, það svo mikilvægt að fá kjölfestu fjárfesti og hvað gert? Það ekki bara tekin einn banki og einkavæddur í einhverjum skrefum, heldur 2 í einu. Og þar var komin formúlan að því að aðilar þóknarlegir öðrum stjórnarflokknum gátu fengið 1 banka og aðilar þóknarlegum hinum stjórnarflokknum hinn. Við lögðum á það áherslu og buðum upp á það svona sem eitthvað flöt á málinu að menn létu þá næja að einkavæða 1 banka í einu, að menn færu það sem við kölluðum norska leið, að ríkið trappaði rólega niður eignarhlut sín í bönkunum. Norðmenn lærðu mikið af bankakreppunni 1990 og við hefum getað tekið okkur það til fyrirmyndar hvernig þeir hafa staðið að málum síðan. En nei og nei, ríkisstjórnin fann upp þessa formúlu og gerði þetta svona. Og það eitt af því sem hefur síðan leitt til mikils ófarnaðar. Það engin leið að horfa fram hjá því. Og vegna þess að búið var að einkavæða fjárfestingalánasjóðina og fleiri stofnanir í kringum þetta, þá mistum við þetta allt núna á einu bretti. Þannig að til dæmis atvinnuvegirnir eiga enga fjárfestingalánasjóði til að styðja við bakið á sér í þessum erfiðleikum. Þannig að tapið í raun tilfinnanlegra en ella hefði þurft að vera. Hann bara einfaldlega að segja að bankarnir hafi farið í vitlausar hendur. Sko, mér finnst þetta eiginlega alveg ótrúlegt að hlusta alltaf endalaust á þetta sama, sem að náttúrulega svo margsinnis búið að leiðrétta. Leiðrétta að hlusta á sannleikann. Ég meina, það ekki það, sko, en þetta er bara ekki rétt og ég alltaf að reyna að segja hvernig þetta var. Það var þannig í sambandi við þessa dreifðu eignaraðild sem að ýmsir höfðu áhuga á og hefði mörgulítið verið skynsamleg. Að það var ekki heimilt að setja lög það að hver aðili mætti ekki eiga nema eitthvað ákveðið. Það bara samræmist ekki reglum Evrópusambandsins og þessum tilskipunum sem við innleiddum hér. Það var ekki hægt. Það var allt saman athugað. Nú svo þetta bara að það hefði verið afhent Sjálfstæðisflokknum og svo eitthvað afhent Framsóknarflokknum og svona þess. Það vill svo til að það var auglýst. Það var auglýst að kröfu reyndar okkar Framsóknarmanna eftir áhugasömum aðilum til að kaupa bankana og það gáðu sér fram aðilar og það gáðu sér fram 3 sem að voru hæfir til þess að kaupa banka með við mat fagaðila og síðan farið í þessa vinnu með HSBC sem alþjóðlegt ráðgjafarfyrirtæki og niðurstaðan einfaldlega þessi að Samson kaupir Landsbankann og S-hópurinn og þýski bankinn kaupa Búnaðarbankann. Þetta ekki flókið, sko, en það hægt að halda einhverju öðru fram og það hægt að flytja einhver mál í þinginu sem að standast ekki ákvæði EES-samningsins en þau bara ekki samþykkt. Valgerður, fyrirgefðu, það ekkert. Nú aðilar að EES-samkomulaginu líka og... Þeir eru ekki með neinn lögum það að með enginn eiga nema eitthvað ákvæði. Nei, en ég veit ekki annað en að Norðmenn hafi
passa sig á því að eiga hluta í sínum bönkum. Ríkið mátti alveg eiga eitthvað, það er ekki það. En það mátti ekki setja lög það að einhver einn aðili mætti ekki eiga nema eitthvað ákveðið. Bíddu við, Valgerður, það í fyrsta lagi þannig að það er ekkert sem hindrar íslenska ríkið að ganga þannig frá málum í frumsölu bankana. Á því höfum við vald að enginn fá að kaupa nema lítinn hlut í byrjun. Í öðru lagi síðan hægt að ganga frá því í lögum og það stenst allar Evróputilskipanir sem til í heiminum að setja miklar takmarkanir á möguleika þeirra sem komnir með ráðandi hlut í bönkum. Hvað varðar til dæmis atkvæðavægi og annað í þeim dúr. Það kann að vera rétt að það sé ekki strangt ekki heimilt að setja bara 8% mörk við eign einstaks aðila. En leið og aðili komið með ráðandi hlut, þá þarf hann að tilkynna það ef hann kaupir sig upp fyrir mörkin. Og það er heimilt samkvæmt lögum að setja stífar kvaðir á þá sem fara með stærri eignarhlut en til dæmis 10% í banka. Ekkert af þessu var gert af ríkisstjórninni. Gott og vel, við erum að halda Grindsíld hér undir mjög sérstökum kringumstæðum. Hér er húsið lamið utan og hér klingja bjöllur og töluverður fjöldi mótmælenda staddur hér fyrir utan húsið. Þetta er svolítið í takt við tíðarendan í samfélaginu. Það er þessi heift sem ríkir. Hvernig vindum við ofan af þeirri vitleysu sem við erum komin í, Ingibjörg, til dæmis hvað ríkisbankana núverandi varðar? Getum við aftur farið sömu leið og við fórum hvað einkavæðingu snertir? Nei, það getum við ekki gert. Við hljótum nú að reyna að læra af reynslunni í þeim efnum. Og ég held að það sé mjög mikilvægt reyndar held ég að sé mikilvægt að fá erlenda aðila inn í bankareksturinn hjá okkur með svona þekkingu og reynslu á þessu sviði. En ég held að sé líka jafn mikilvægt að ríkið dragi sig ekki alfarið út úr því á þessum tímapunkti og við reynum að gera þetta samkvæmt svona gegnsæjum og góðum leikreglum. Hvernig sér þið fyrir eignamyndun í bönkunum? Að ríkið verður þar áfram ríkjandi aðili? Ríkið náttúrulega þarf að einhverju leyti að koma núna inn í það að endurfjármagna þessa banka, en það er auðvitað líka mikilvægt ef að til dæmis erlendir kröfuhafar væru tilbúnir að breyta ykkur af sínum skuldum í hlutafé og koma inn í nýju bankana og taka þátt í endurfjármögnun þeirra. Því að ef að það gerist, þá erum við minnst að kosta að draga úr þeim útgjöldum sem íslenski skattgreiðendur þurfa að standa undir vegna endurfjármögnunar bankana. En það er auðvitað mjög mikilvægt að bankarnir geti virkað vegna þess að ef að bankarnir virka ekki og ef að bankarnir geti ekki lánað atvinnufyrirtækjunum í landinu fé til sinna starfsemi, fjárfesting og reksturs, þá eru auðvitað vá fyrir dyrum og þá er líklegt að hér verði atvinnumissir og atvinnuleysi. Svoleiðis að það er mjög mikilvægt. Það er ekkert sem er eins mikilvægt núna við þessar aðstæður eins og bankakerfið okkar virki. En sérðu þeir að til bankana einhverju einn af þeim, einhverju leyti algjörlega í eigu erlendra aðila? Ég tel að það sé alveg hugsanlegt. En við mögum ekki gleyma því í öllu þessu að því það er stundum talað að lítið hafi gerst. Að ég tel að það sé sjálfu sér heilmikil afrek að bankarnir skyldu allir opna strax eftir hrunið, að greiðslukerfin skyldu virka, að fólk gæti nota greiðslukortin sín, að þetta skyldi yfirleitt bara virka eins og það gerði. Og það er auðvitað æri verkefni að fá það til þess að ganga upp. Og gleymum því ekki að það er ekkert mjög margar vikur síðan að þetta fjármálakerfi okkar hrundi. Það var kerfishrun á Íslandi. Og það er auðvitað það að þó vera þetta mikið starfsemi í landinu, það er í sjálfu sér mikið verkefni. Áður við skiptum yfir tónlist, Ingibjörg, af hverju engar hrókeringar í ríkisstjórninni, af hverju hefur enginn axlað, af hverju hefur enginn sagt af sér þegar að við horfum fram á nýtt ár? Já, varðandi hrókeringar í ríkisstjórninni, þá ákváðum við einfaldlega, við fórum yfir þetta, ég og forsætisráðherra, og við ræddum þessi mál og okkar niðurstaða var einfaldlega sú að bíða eftir landsfundi Sjálfstæðisflokksins og sjá hverju fram myndi vinda þar og við verðum bara að sjá hvað setur í þeim efnum. Heldur að þjóðin sé ykkur saman? Ég skal ekkert það segja. Ég meina, við hljótum auðvitað að skipa fólki til verka í ríkisstjórninni og það er mjög erfitt að spyrja þjóðina beint hver á að vera hvar. Það er eitthvað sem er á okkar ábyrgð og við verðum að axla það ábyrgð. Einhver hluti þjóðarinnar er hér fyrir utan Hótel Borg á þessum gamlársdegi að mótmæla eins og fyrir daginn og við heyrum það greinilega að fólki er heitt í hamsi.
Öllum að sjálfsögðu frjálst að mótmæla. Ég vek athygli á því að Geir H. Haarde ekki ennþá kominn. Hann hefur verið að taka upp sitt áramóta ávarp eins og Davíð Oddsson gerði nú hér á árum áður og kom alltaf of seint í kryddsíldina. En við vonum að hann skili sér í hús eftir augnablik í gegnum þá þögu fólks sem hér í kringum alla Hótel Borg að minna á sín mótmæli. Við getum kannski fengið einn mótmælenda bara inn í setti á meðan. Það var spurning að fá einn mótmæla hér inn í staði fyrir Geir. Einn fulltrúa þjóðarinnar. Komið sæl á ný. Hér kryddsíldin á Hótel Borg við mjög óvenjulegar aðstæður. Hér hefur hópur mótmælenda umkringt Hótel Borg og eftir því sem best veit þá kemst Geir H. Haarde ekki inn á Hótel Borg sakir þeirra mótmæla sem staðið hafa yfir hér utan dyra. Mótmælendur hafa hér barið glugga og veggi frá því að kryddsíldin hófst, sem gott og vel. Þeir eiga og mega mótmæla því sem framfer í þessu samfélagi. En hins vegar eru þeir farnir að vinna skemmdir á eigum Stöðvar 2 og eigum Hótel Borg, þannig að við höfum stundum dottið úr loftinu fyrir vikið. En við ætlum að reyna að hanga inni og halda áfram kryddsíld ársins 2008, þessa merkilega ás í sögu þjóðarinnar þegar að samfélagið fór á hvolf. Og það kannski ekki síst þess vegna sem einmitt mótmælendur eru að mótmæla með þessum kraftmikla hætti sem þeir hafa gert hér og síðustu daga og síðustu vikur á Íslandi. Og Ingibjörg Sólrún, þú hefur heldur betur orðið fyrir barðinu á þessu ástandi samfélagsins og sumir myndu nú bara segja að það gott á þig. Ég hef ekkert orðið sérstaklega fyrir barðinu á þessu ástandi. Satt að segja hefur það nú kannski ekki, þessi mótmæli hafa auðvitað verið fyrir utan ráðherrabústaðinn þegar við komum á ríkisstjórnarfundi, en eins og þú segir þá er auðvitað réttur fólks að láta skoðanir sín í ljósi, en mér þykir stundum helst til, þeir færast helst til mikið í fang og þegar þetta farið svona verða svona ógnandi, ef svo má segja, sem að það verður auðvitað leið og farið þeir að skemma hluti eða brjóta eða grýta eins og gerst hefur, þá finnst mér þetta ganga of langt. Og ég er ekki viss um það, því þú talar þetta séu Íslendingar sem séu hér að mótmæla, auðvitað eru þetta Íslendingar, en hvort þeir eru fulltrúar alls þess fólks sem út af fyrir sig reitt og kvíðafullt yfir ástandi mála, það er ég ekki viss um. Ég er ekki viss um að þetta séu endilega fulltrúar allra þjóðarinnar, þó þetta séu sannarlega mótmælendur sem eru óánægðir með stöðu mála. Ég er ekki viss um að þjóðin öll sé á þessari skoðun að það eigi að láta þetta í ljós með þessum hætti. Steingrímur, það hefur einhverjir sagt að þetta væri á sömu leyti skipulagt af unglega hreyfingu Vinstri grænna? Engin stjórnmálaflokkur held ég hafi blandað sér í þetta á flokkslegan hátt og nokkurn hátt, enda taka forsvarsmenn þessara aðgerða sem eru margvíslegar, mismunandi hópar og fundir og útifundir, þeir taka það allir mjög skýrt fram að þeir vilja enga pólitíska íblöndun og standi sjálfir fyrir sínum mótmælum. En ég heldur að Steingrímur að gera greinarmun á þessum mótmælum sem hafa verið á Austurvelli, þessum fjölda sem þar hefur komið og mótmælt með friðsamlegum hætti og svo aðgerðum eins og þessum hér, eins og við erum að sjá hérna núna. Þá ætla ég að fá að segja það, að í það heila tekið finnst mér íslenska þjóðin hafa tekið þessum svakalegu hremmingum með ótrúlegu æðruleysi og yfirvegun og mótmæla aðgerðirnar, þessar sögulegu mótmæla aðgerðir sem eiga sér vart hliðstæðu í okkar sögu. Því Íslendingar eru nú ekki beinlínis eins og franski bændur svona kvundags. Og við getum vart haldið kryddsíld í friði núna í ár. Nei, og þetta er náttúrulega algjörlega sögulegt og nýtt í okkar samtíma. Í það heila tekið hafa allar þessar aðgerðir, bæði fjöldafundirnir í Háskólabíói, hér á Austurvelli, fundir á Akureyri, Selfossi, hvar það hefur verið friðsamlegir og við skulum ekki gleyma því að kröfur mótmælenda eru mjög sanngjarnar. Hverjar eru þær? Þær eru að menn axli ábyrgð og að fólkið fái völdin í sínar hendur, það verið kosið. Það sem ég óttast mest núna að ef að stjórnvöld dauf heyrast algerlega áfram við þessum réttmætu kröfum þjóðarinnar, og ég kalla þetta þjóðina, Ingibjörg Sólrún. Ég held að 7-8.000 manns hér á Austurvelli sé orðin býsna gott þversnið af þjóðinni. Steingrímur, ekki snúa út úr því sem ég var að segja. Ég tala þennan hóp sem hér. Ég veit ekkert hverjir eru nákvæmlega hér úti núna, Ingibjörg. Nei, en við vitum að þetta tiltölulega takmarkaður hópur og hann kemur fram með ákveðnum ofbeldisfullum hætti. Ég hef ekki trú á því að það sé svona tilfinning þjóðarinnar. Ég er ekki að tjá mig þeirra aðgerðir. Það sem ég ætla að segja er það. Ég óttast að við missum þessa hluti enn frekar úr böndunum ef stjórnvöld daufheyrast áfram algjörlega við þessum réttmætu kröfum, að menn axli ábyrgð og að þjóðin fá að gera þetta upp heiðarlega og friðsamlega í kosningum.
þá kvíði ég framhaldinu í janúar og febrúar ef að menn ekki fara að sýna því skilning. Það verður að koma til móts við þjóðina, segi ég. Mér finnst til dæmis 1800 manns í Háskólabíói býsna gott þversnið af þjóðinni og mæta kröfum hennar upplýsingar, gagnsæi, að menn axli ábyrgð og kosningar. Ég vek enn athygli á því að Geir H. Haarde er ekki komist í hús, en Ingibjörg, fyrir 30 árum hefði þú sennilega staðið í þessum sömu sporum sem mótmælandi. Nei, ég ætla bara að mótmæla því. Ég hef ekki staðið í þessum sporum hér og komið fram með hætti sem að felur í sér ógnun eða eyðileggingu, Sigmundur. Því að eitt er að mótmæla og hafa sterkar skoðanir og láta þær í ljósi og ég tók þátt í því. Ég tók þátt í því að setjast niður á skrifstofu NATO og ég tók þátt í ýmsum aðgerðum, en þær voru aldrei ógnandi. Það voru aldrei ógnandi, ætla ég að leyfa mér að segja. En mér finnst ég upplifa það, og það sem mér finnst líka ógnandi við þessar aðgerðir, það er að fólki fara að taka það upp eftir hefðum úr Arabaheiminum að hylja andlit sitt. Ég veit að það gerir það undir því yfirskinni að það sé málstæðurinn sem skiptir máli en ekki andlitin sem á bakvið eru. En það er engin hefð fyrir því í okkar menningu, okkar sögu, að menn dylji andlit sitt, að menn komi ekki fram sjálfur undir nafni og númeru og andliti með sinn málstað. Mér finnst þetta ókveikjandi að þetta skulle vera að þróast með þessum hætti. Og ég vil athygla á því að það er ennþá verið að eyðileggja hér tæki fyrir okkur og það er búið að eyðileggja fyrir okkur nokkrar kvikmyndatökuvélar af mótmælendum hér fyrir innan dyra. Við erum einungis með 2 vélar í gangi núna og við verðum víst að fara í auglýsingar vegna þeirra skemmda sem unnin hafa verið á tækjum okkar í þessari kryddsíld. Þessari óvenjulegu kryddsíld ársins 2008 þegar mótmæls eru það bil að eyðileggja tæki okkar til útsendingar. Það er Rio Tinto Alcan sem færir þér kryddsíldina.